Herru, þá erum við komin á 22B og klukkan þetta í 8. Korter yfir 8 og við erum bara í gangstöðum. Við, það það. Það verður forunlega skemmtilega skrítinn dagur í dag. Já, herru, þá erum við komin inn og þá erum við að tjekka á hjartslætti og samdrætti og þetta eitthvað svona monitortæki. Við þurfum að vera í þessu í 20 mínútur, hálftíma saman upp niður og já, það bara svona að vera að bíða. Spennt. Meira stressuð. En þetta verður gott þegar þetta er búið. Já, klukkan 11:16, við erum komin heim. Anita byrjuð sem sagt í gangsetningunni. Þegar við vorum komin upp yfir þá þurfti hún að taka eina pillu og svo 2 tíma fresti þarf hún að taka pillu, eina aðra pillu og eina aðra pillu og eina aðra pillu. Jæja, og komið tími á pilluátt. Já, það var pillan númer 2 akkurat núna. Ég er búinn að láta renna í pottinn, þannig að Anita ætlar að henda sér í pottinn núna þegar hún er búin að jafna pillunni og ég og Benjamin við ætlum bara svona aðeins að chilla og fá okkur að borða og svona hafa það kósí. Og já, nú er bara að bíða og sjá. En já, ef það er eitthvað að gerast þá tek ég upp myndavélina og sjáum hvað er að gerast. Núna er klukkan að detti 5. Anita er búin að vera að rölta hérna fram og tilbaka um alla íbúðina. Þú er búin að standa þig mjög vel. Já, þú ert samt búin að vera núna undanfarna hálftíma, 40 mínútur að rölta hérna fram og tilbaka. Töflumálin, þau eru basically, við erum búin með 1, 2, 3, 4 töflur, 5. töflan er núna einhvern veginn eftir. Og Anita, skalinn, 1 upp í 10. Hvað er þú? Ég er svona 2. Ok, hún er í 2 núna og við tjekkum á hana eftir. Nei. Hvað ertu að fá? Baltasar. Nei. Hvað var amma að fá með? Nei. Þeir eru fínir saman. Vá, Baltasar, hvað segirðu? Hei, sér takk fyrir. Það er knúsa. Knúsa af ömmu. Nú, á hérna var ég. Baltasar, knúsa ömmu. Það var að passa. Það passar hvorum sig í þetta. Já. Sett á borðið. Benjamin. Hvað er með? Benjamin. Sjáðu af það. Nei, hvað er þetta? Þetta er bíl. Þetta er Takk fyrir að klippa þetta fyrir því. Vá, Baltasar. Spennan maður. Vá, þetta er bara stærra deild, sko. Já. Vá, Baltasar. Að ég hjálpa þér, sjá. Opna það. Það var að tafla nummer 7. Jæja, herru, þá er komið tafla nummer 7. Það sem er búið að gerast síðan seinast. Klukkan er núna 21. Foreldrar Anitu komu og voru með okkur og við borðum saman. Ammen og afi komu líka. Ásækja allt rastlið en að ég er að fara að ganga frá. Og við borðum saman og strákarnir fengu einhverjar gjafir og tengdaforeldrar voru út útlöndum og strákarnir fengu föt og Baltasar fekk afmælisgjöf og svona mega stuð. Já, þetta er held ég bara frekar rólegt. Kemur í ljós bara núna eftir 2 tíma, 2 til 4 tíma hvort eitthvað gerist. Ég ætla alltaf að fara að ganga frá og tekum vélina einhvern veginn eftir. Ok?
5 mínútur yfir 8 og tengdafóreldrar eru að leiða heim. Við erum að fara upp á Landspítala. Það má halda áfram gangsetningu. Það eru góð dagar í dag. Já, það eru komin aftur upp á Landspítala. Það var dag 2. Sjá hvað gerist. Já, þá er Anita búin að hringja niður á Landspítala og búin að útskýra hvernig hríðir og þetta allt gengur. Þau vilja fá okkur uppbyttir og já, ég held að þetta líti út fyrir að litla stelpan sé að fara að koma. Það fór mér eitt kápóla. En það Anita segja svona aðeins að koma sér fyrir. Við erum að leggjast á stað uppbyttir, geggja veður. Ég er nú mjög stressaður. Kaffibólla, kláran, man ekki hvort ég var að segja. Sjáumst niður á spítala. Jæja. Já, þá komum við að þessu. Tilbúin? Já. Já, þá erum við komin hérna upp á Landspítala. Fæðingardeild. Skrítið að sjá það horfa, þetta er svo falleg. Sjáu þig, sjá hvað hann lítur vel út. Já, og hérna, við héldum að hún væri kannski ekkert, þetta væri ekkert endilega að gerast sko strax, en fæðingarlæknirinn basically, hjúkrunarfræðingur. Þetta er ljósmóðir. Ljósmóðir. Hún basically sagði að hún væri bara, nú væri bara eitthvað að gerast og Anita er í baðinu og hérna. Ég er svona að reyna að finna mér eitthvað, ég á að gera eitthvað sko. Þannig ég ákvað bara að taka vídeo af herbygginu sem við erum með. Það er rosa stórt, kemur fárlega óvart. Við erum ein í herbyggi á Landspítalanum. Meant to be. Það er bara meant to be sko. En ég ætla að sýna ykkur svona smá úr herbygginu hérna og svo hérna sjá hvað gerist. Þetta var bara, þú veist, 2 mínútur. Jæja, klukkan 2:12 fæddist lítil dama. Klukkan er núna 3. Klukkan 3 byrjaði hún að södra, fá sér smá að drekka. Jæja, Delfa. Sko, 4. Alltaf hann var akkurát. Rísaði, 4,0 eitthvað. 4:02. 0,2. 16 okkur. Og litla Delfan. 51. 51. Litla písl. 36.
já. Góðan daginn, það kom nýr dagur. Litla stelpan er komin í heiminn. Anita braggast vel, segir maður ekki. Og litla stelpan fæddist 16 merkur. Hvað sagði, 51 cm. Litla sæta stelpan. Gekk þetta ótrúlega vel. Sem sagt, þegar hríðir og allt það var svona komið á svona endastig og Anita þurfti að rembast. Svona, hvernig orðað var? Já, þá basically gerði þetta Anita bara svona Einrygg. Þú hefði ekki gert það, sko. Þetta var basically þannig að ljósmóðurinn bara eitthvað, já, Anita, nú prófuðu við þetta. Og Anita bara eitthvað, ok. Og svo heyrðist í ljósmóðurinn, það voru að stoppa. Þannig að Anita hefði getað náð stelpunni í einni fyrstu aðdröfu. Já, þannig að þetta tók 2, 1,5, þannig séð. Gekk ótrúlega vel. Ég er núna að fara út í bíl, ná í stólinn. Og svo erum við að fara að koma okkur heim bara. Það er spennandi. Nóðari. Passa. Æ. Sjáðu. Sjáðu, systir. Benni, hver er þetta? Þetta er litla systir. Það var Baltasar búinn í leikskólanum. Hann er kominn. Baltasar! Baltasar! Gott og sjáðu! Sjáðu litlu systir! Litla systir Bumbunni. Hún er komin. Ertu núna orðin að það er bara stóri bröð? Sjáðu litlu systir. Góða nú. Skoða. Já, góða þá. Já. Nei. Má mamma fá knús? Knús sem ömmu. Knús á mig sín það. Til seinna. Það er víóbíl. Já, vá. Jæja, þá er fyrsta nóttin, þannig sem búinn. Og hérna er hún, litla delpan. Sjá hérna. Er þetta systir í Bumbunni? Hún er ekki lengur í Bumbunni. Þetta er svona góður. Já, hún verður að vera með. Það má ekki vera kalt. Já, herru, ég ætla allavega að enda þetta núna. Ég ætla að byrja daginn í dag nákvæmlega sama stað og við erum núna. Þannig að bara takk aðeinslega fyrir áhorfið. Mundu, þú ert frábær. Þú getur gert allt sem þú vilt. Njótum lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig. Bye bye.